Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum næstu klukkustundi eða svo að ræða námslán. Við ætlum að ræða misréttið sem hér hefur viðgengist eftir kynslóðum. Fólk sem var aðeins eldra en ég, það má segja að það hafi fengið námslánin bara nánast ókeypis. Það fékk óverðtryggð námslán í óða verðbólgu og þurfti bara að borga pínulítið tilbaka. Síðan hefur þetta kerfi verið með ýmsum hætti. Í seinni tíð þá hefur manni virst þegar maður ræði við ungt fólk í framhaldsskólum að þau gera ekkert endilega ráð fyrir því að það hjálpi þeim að taka námslán og það hafa orðið miklar vendingar. Þetta er ekki lengur það félagsúrræði sem að við vorum sátt einu sinni sem þjóð að yrði. Það er margt sem að gerir okkur Íslendinga svolítið sérstök sem námsmannahóp. Við vinnum mikið með háskólanámi. Það tekur okkur lengri tíma en flestar aðra þjóðir að klára gráðurnar. Förum hægar yfir. Við eignumst gjarnan börn á meðan við erum í námi. Og það er að mörgu að huga í þessum efnum. Og á sama tíma og við tölum fyrir því að menntun sé gríðarlega mikilvæg og við viljum auka möguleika ungs fólks til menntunar, þá er margt sem rekst á það. Og hingað er komin talsmaður góður þessa málaflokks, Lísa Margrét Gunnarsdóttir, vertu velkomin. Þú ert forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta, ekki satt? Jú. Já. Gaman að vera með þér. Sömuleiðis. Sko, hvað er það sem að rekur þig til þess að áfram svona, hvað keyrir þig áfram, hvaðan kemur ástríðan að þú ert að berjast fyrir bættum hag námsmanna? Já, það má segja að það hafi verið námslánakerfið. Þegar ég tók sjálf námslán og náði ekki að uppfylla lágmarks einingafjölda. Ég var að vinna samhliða náminu. Eins og svo margir. Eins og við flest, held ég nú bara. Og svo kom dálítið upp á bara í mínu lífi og ég þurfti á sveigjanleika að halda. Ég gat ekki lokið þessum 30 einingum sem ég hafði fengið lán fyrir. Ég lauk samt 20 einingum, en þá var ég komin undir lágmarks einingafjölda sem þarf að klára 22 einingar. Ég óska eftir undanþágu frá því að þurfa að borga lánum mitt strax tilbaka af því að það er lánað fyrir loknum einingum, ekki skráðum einingum. Og ég þáði ráð frá starfsmanni Menntasjóðs námsmanna sem gaf mér vitlaus ráð hvernig ég ætti að sækja þessa undanþágu. Hvað er það? Formsatriði var til þess að sjóðurinn leit svo á að ég hefði lokið 0 einingum og mér var gert að borga næstu í 500.000 strax tilbaka af láni sem er samt lán. með 9% vöxtum. Hvernig gekk það? Það gekk ekki vel. Ég tók bankalán til þess að borga námsláni mitt strax tilbaka. Og þetta gerði mig þetta brjála. Þannig að þá fór ég aðeins út í stúdentapolítíkina og hefur verið brjáluð yfir þessu síðan. Já, ég er ekki til þess að. Það eru ansi margir aðrir sem eru, já, við skulum segja, minnst kosti hissa ef ekki bara reiðir. Já. Og ég heyrði í þér daginn í viðtali á RÚV þar sem þú varst að tala einhverja svona fáránlega vexti á þessum lánum. Hverjir eru þeir? Þeir eru sem sagt 4% á verðtryggðum lánum og 9% á óverðtryggðum lánum. Þeir eru 9% á óverðtryggðum lánum? Já. Og þetta þekkist hvergi á byggðu bóli, er það? Nei, allavega eru kollega mínir í landssamtökum stúdenta víða Evrópu, þau eru í sjokki þegar ég segi þeim þetta. Reyndar er Bretland í svipuðum sporum en flest eru mjög hissa að heyra að þetta séu lánakjörun okkar og þetta er í rauninni, það er mjög áhugavert hvernig þetta gerðist af því á sínum tíma þegar það var verið að kynna þessi nýju lög, þennan nýja Menntasjóð námsmanna, þá stóð til að hafa ekki neitt vaxtaþak. Þetta er lánin eru í vaxtaþakinu svo gott sem að hafa verið það lengi, eða vextirnir. En á þeim tíma þá var Ísland kallað lágvaxta umhverfi. Lögin eru náttúrulega sett árið 2020 í heimsfaraldri. Það var lágvaxta umhverfi. En svo þegar við jöfnuðum okkur á því að þá auðvitað var Ísland ekkert lágvaxta umhverfi og er það ekki. Og
það stúdentaráði Háskóla Íslands að þakka að það var sett vaxtaþak yfir höfuð á þessi lán og það stúdentum og stúdentafulltrúum að þakka að vextirnir ekki ennþá hærri en raun ber vitni. Já. Þannig að þetta, en við upplifum svolítið á sínum tíma þegar við vorum að gagnrýna þessi nýju lög að við værum eiginlega ekki tekin alvarlega, þetta mynd aldrei, lánin fara aldrei í vaxtaþaki, þetta verður aldrei svona hátt, þetta bara varnagli, en við höfum rétt fyrir okkur. Já. Og reyndar voru margir alþingismenn á sínum tíma sem höfðu miklar áhyggjur af því að þessi sjóður myndi ekki þjóna hlutverki sínu sem félagslegur jöfnunarsjóður og við sjáum bara eftir að þessi nýju lög eru tekin í gagnið að þá hríðfækkar lántökum. Er það ekki? Jú. Það eru held ég 5.000 núna sem eru lántakar hjá Menntasjóði. Þannig að þetta ekki stuðningsnetið sem þetta var, þetta átt að vera. Þetta klárlega ekki að þjóna sínu hlutverki til þess að styðja fólk í háskólanámi. Ef maður neyðist til þess að vinna með námi, ef maður neyðist til þess að taka ekki þessi lán sem einu sinni voru bara ansi hagstæð, verði ég að segja, þá hefur maður minni tíma fyrir menntunina. Maður útskrifast með lélegri gráður, lægri einkunnir, maður hefur minni tíma til að sinna náminu, maður verður ekki í samfélaginu sá virðisauki sem annars hefði orðið. Nákvæmlega. Er enginn að ræða þetta uppi í ráðuneyti? Jú, það loksins svolítið að breytast svona orðræðan í kringum stöðu stúdenta finnst mér og bara það mjög kærkomið að því að við höfum verið á HSC-unu í nokkur ár og það ástæða fyrir því. Staðan slæm, kaupmáttur okkar hefur staðið í stað í 20 ár. Mér finnst sjálfsagt að vinna samhliða námi ef þú vilt það, en við þurfum að gera það til þess að hafa efni á námin okkar, til þess að hafa efni á því að vera til og stunda háskólanám. Og svo þetta óhagstæð lán. Þannig að mér finnst þetta ekki mjög hvetjandi fyrir fólk til þess að sækja sér háskólagráðu. Ef ég ætti barn núna þá myndi ég örugglega ráðleggja því að sleppa því bara að fara í háskólanám og fara í einhverja iðngrein eða byrja strax að vinna því að svo tapar líka, lífeyrisgreiðslum á meðan þú ert í láni. Þú vinnur og ert kannski nýútskrifaður, þarft að byrja að borga af láninu þínu ári eftir að þú útskrifast og ert kannski bara komin í burnout eða allavega mjög skuldsettur leið og ferð út á atvinnumarkað sem sérfræðingur. Finnst þetta ekki sniðugt, Það hefur orðið umræða að full hátt hlutfall okkar hafi á tímabila minnstakosti farið í bóklegt framhaldsnám og fleiri okkar hefðu þurft að fara í iðngreinar. Heldur það að fyrri ríkisstjórnir hafi jafnvel bara meðvitað reynt að breyta námslánakerfinu til þess að færri færu í háskólana á Íslandi og fleiri færu í iðnnám? Nei, ég held að það hafi nú ekki verið meðvituð ákvörðun, en ég held að tilraunin sem var gerð með þessum lögum Menntasjóð áttu þetta að vera svo að Menntasjóður myndi standa undir sér fjárhagslega en þetta væri samt einhvers konar stuðningsnet á par við það sem þekkist til dæmis í Noregi. Þetta í rauninni styrkjakerfi að norskri fyrirmynd en munurinn að það ekki verið að fjármagna þetta kerfi eins og Norðmenn gera og það þessi krafa að sjóðurinn standi undir sér fjárhagslega. Sem sagt norska ríkið styður við þennan sjóð úti, eða hvað? Fjárfestir í menntun, hann á ekki að reka sig, hann á ekki að vera fjárhagslega sjálfbær, það munurinn. Og það sem gömlu námslánin gerðu þau voru annarkvort vaxtalaus eða með mjög lágum föstum vöxtum og það var í rauninni stuðningur ríkisins við fólk í námi. Stuðningur ríkisins núna með þessu námslánakerfi að þú fær 30% afslátt af láninu ef þú klárar það á réttum tíma. Sem sagt, ef þú útskrifast á tilsettum tíma þá færðu 30% niðurfellingu á höfuðstól landsins. En munum eins og þú sagðir í upphafi að við erum svolítið sérstakur hópur háskólanema. Við lengur að klára nám. Við með Evrópumet í atvinnuþátttöku og þetta tvennt hefur örugglega áhrif á hvort annað. Þannig að það að þú fái bara afslátt ef þú lýkur námiðinu á tilsettum tíma, það á ekkert sérstaklega vel við þennan hóp fólks. Við lengur að klára nám, við eigum börn í námi sem hefur áhrif á námsframvindu og þannig að ég velti fyrir mér hvort að þessi styrkur sé að nýtast þeim sem þurfa mest á honum að halda. Einmitt, það mætti jafnvel færa rök fyrir því að það væri ákveðin stétta mismunun fólgin í því að þeir sem njóta styrksins
eru kannski þeir sem að síst þyrftu á honum að halda af því að þeir eru í stöðu kannski einhleypir og búa í foreldrahúsum ekkert sem að hægir á þeim, Nákvæmlega. þjóta áfram og fá 30% niðurfellingu á námslánu. Já, og við þekkjum alveg dæmi þess líka að fólk sér leik á borði og tekur þessi lán, staðgreiðir svo lánið leið og útskrifast af því að það er vaxtalaust á meðan þú ert í námi, svo koma vextirnir þegar þú ert búin með gráðuna þína. En þannig fólk sem hefur tök á því bara borgar strax allt lánið og fær þá 30% afslátt, bara free money. Er það þá þitt mat, Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssambands íslenskra stúdenta, sem ég er að ræða við og ég segi þetta stundum upphátt af því að það er kannski einhver sem kemur inn í viðtali í útvarpinu, er að aka hér bíl sínum og dettur inn í þetta spjall. Er það þá þitt mat að þessi breyting sem Áslaug Arna kynnti fyrir einhverjum árum með styrkin. Já, var nú Lilja Alfreðs. Var Lilja Alfreðs, já. Er það þá mat þitt að þetta jafnvel bara auki efnahagslega stéttaskiptingu? Já, mér finnst alveg vera vísbendingar um það að þetta hafi aukið ójöfnuð. Við getum alveg orðað þannig, 100% og mér finnst mjög gott að svo umræða komin upp og fólk farið að segja, heyrðu, þetta miklu verra en þetta var, ekki þetta skrifi rétta átt en við þurfum að ganga lengra, þetta bara mein gallakerfi og það sem svona kannski helsti gallin við þetta líka þessi skortur á sveigjanleika eins og ég var að segja frá hérna í upphafi, það sem að fékk mig til þess að fara að hugsa þessi mál og berjast fyrir bætti námslánakerfi. Það sem að ég rak mig á og svo mörg önnur reka sig á það óbúslega mikill skortur á sveigjanleika. Ég átti að vera skráð í 30 einingar til loka annarinnar en var óvart skráð í 22, 500 skall og ekki hægt að gera. Og ef ég klára námið á 4 árum en ekki 3 þá engin niðurfelling fyrir mig. Mér finnst sko að þetta vera eins og í Noregi þar sem að þú færð bara niðurfellingu þegar þú klárar námið. Það sveigjanleiki til staðar og mér finnst þannig sveigjanleika vanta og mér finnst líka mjög alvarlegt mál að sko eftir að þessi nýju lög tóku gildi að þá það núna stúdentar, lántakar sem bera ábyrgð á afföllum sjóðsins, sem sagt ef einhver deyr eða borgar ekki lánið sitt, að þá vaxta álag á lánunum hjá öllum hinum. Þetta hefur ekki þekkst í yfir 70 ára sögu stuðningsríkisins við háskólanema. En var ekki líka einhver frétt daginn að það var búið að safnast upp einhver eign? Jú, 30 milljarðar inn á bankabók. Já. Og maður spyr sig líka... Engin smá peningur? Það engin smá peningur og sko þessir peningar eru til og þeir voru settir í að lána stúdentum. Það hefur greinilega ekki verið gert. Fólk ekki að nýta sér þessi lán. Hvers vegna ekki? Af því að það hrætt við að skuldsetja sig. Sér þess að vexti og bara, nei, ég vinn bara. Ég finn einhvern veginn öðruvís út úr þessu og það meiri segja sko þetta umhverfi búið að skapa eitthvað svona tækifæri sem einhver sér til þess að koma á fót einhverju einkareknu námslánakerfi. Það til námslánana úti sem heita Brúa og ég bara að reyna að vara fólk eins mikið og ég get við því að taka þessi lán af því að þau eru miklu verri en mentasjóður. Þó að mentasjóður sé gallaður, þá þessi brúanámslán skelfing. Þú ert að byrja að borga þeim eftir 7 ár. Það eitthvað ég man ekki hvað að kalla það, eitthvað skjalagerðagjald held ég að sé kalla. Það 8.333 krónur á mánuði, bæði á meðan þú ert að taka lánið og þegar þú byrjar að borga því. Og ég held að sé 16% vextir. Þannig að ef fólk að til dæmis taka skólagjaldalán og í útlöndum í námi og það dugar ekkit endilega frá mentasjóði lánið fyrir skólagjöldum og framfærslu, ekki taka brúalán til að brúa bilið, það skelfileg hugmynd. En engin kostur í rauninni góður? Nei, en alltaf skást að taka námslánin hjá ríkinu, en hann samt mjög meingallaður kostur. Þannig að það bara að vinna eins og skepna og kannski taka námslán með. Þekkirðu sko söguna? Ég var að nefna það að fólk sem var aðeins eldri en ég, það segir mér að bara hispurslaust að það hafi nánast fengið námslánin frítt. Ég hef tvisvar verið í þessu kerfi sjálfur. Það var mun betra á 8. áratug síðustu aldar heldur en það var í kringum 2010-12. Þegar ég fór þegar ég nýtti mér þetta kerfi aftur. En sko, þekkirðu svona, geturðu sett fingur á það hvenær í sögunni þetta hættir að vera þau ágætu lán sem að margir minnast að hafi verið?
Já, það sko, þú veist, mér finnst náttúrulega alvarlegast að vextirnir séu orðnir svona háir. Ég meina þetta voru vaxtaláslán til að byrja með. Svo voru vextirnir hækkaðir í 1%, ég held að það hefur verið 1990 eitthvað. Og þá var stúdentar á Háskóla Íslands brjálaði við því að þetta setja 1% vexti á lánin. Já, þetta var sem sagt bara svo maður hafið þá hreinu, algjörlega vaxtalaust. Já, á tímabili. Ég er samt ekki með ártölun á hreinu, en þetta var vaxtalaust. Svo voru vextirnir hækkaðir í 1%. Þá var þetta námstyrkur, getur maður sagt, að nokkru leyti. Að nokkru leyti, algjörlega. En ég hef heyrt frá fólki sem tók námslán á þessum tíma og var í stúdentapólitíkin á þeim tíma, þá var námsmönnum sagt vextirnir verða aldrei hærri. 1%, þetta verður aldrei meira. En svo líka annað sem gerir að verkum að gömlu námslánin eru að sliga mjög, mjög marga og það hrunið í rauninni. Og líka svo staðreynd að fólk var að taka barnalán. Það eitt gott við nýja kerfið og það ekki lengur lánað aukalega ef þú átt barn. Heldur færðu fæðingastyrk námsmanna. Já. Hann alltaf lágur og við erum að berjast fyrir því að hann verði hækkaður og það stendur til að hækka um 40.000 eða svo hann 220.000 núna, verður þá 260.000 og það mjög mikilvægt skref í rétta átt en í gamla kerfinu þá gastu fengið barnalán og eins og mamma mín var með 3 börn að taka námslán, svo kom hrun og lánin hennar tvöfölduðust. Já. Og hún sér bara fram á að vera að borga af þessu láni fram á Grafabakkan eins og mjög mörg önnur. Sjá aldrei lánið lækka og munu bara borga mánaðarlaun á hverju ári í námslán. Sko, ef við setjum í spor ungs fólks á Íslandi, það heyrir foreldrana væla undan byrði námslánana sem þetta rétt hjá þér, bara upp á síðkasti þá hefur þetta verið bara mjög hár útgjaldaliður á mörgum heimilum, þessi námslán. Já. Og svo vitum við hvernig ástandið hefur verið á íbúðamarkaði. Já. Það hefur bara eiginlega ekki verið nokkur leið fyrir ungt fólk að eignast eigið húsnæði. Þegar þetta kemur allt saman, sko, þá kannski ekki skrítið að fólk annarkvort taki breyti draumum sínum, óskum það hvaða langar til að verða eða vinni bara eins og skepnur og en þetta náttúrulega sko, við gætum rætt vítarring, við gætum talað það að þótt að sé eðlilegt að fólk breyti hegðun sinni með liti til þessa umhverfis þá bara svo maður komið aftur á samfélaginu, ekki bara einstaklingunum. Þetta gæti bara orðið í samfélaginu, dýrt ekki satt. Jú, ég myndi segja það. Ef við hugsaum menntunarstig þjóðarinnar sem að mér finnst mjög mikilvægt þá held ég það. Það í rauninni, þú veist, hvatarnir til þess að sækja sér háskólamenntun eru ekki margir. Þú skuldsetur þig. Við sjáum líka sko að kaupmáttur háskólamentara hefur staðið í stað frá aldamótum og við sjáum að fólk með doktorsgráður bæði að sligast undan námslánum og menntun þeirra í rauninni ekki metin að verðleikum. Nei, alls ekki. Kostar að mennta sig og svo það ekki þess virði fjárhagslega. Af hverju ósköpunum mætti ég að verða doktor í íslenskum bókmenntum eins og mig langar og eiga aldrei pening og taka heiminn á námslán. Ómenntaðir og lítmenntaðir hafa hlutfallslega að ná töluvert meiri kjarabótum. Já, það rétt. Og þannig að bilið þarna á milli orðið lítið. Man höfst líka bara að það sé svona ákveðið virðingarleysi. Gagvart þeir segja sjálfur viðmann, bara prófessorar í háskólum hérna á Íslandi, að það sé annað viðmót í dag. Já. Bæði hafa þeir þurft að taka á sig kjararýrnun með það sem var og námslánakerfið er erfiðara, miklu erfiðara og svo bara talað svolítið það að samfélagið sé ekki að sýna menntun tilhlýðilega virðingu. Einmitt. Og í baráttunni fyrir bættum kjörum að þá virðist einhvern veginn svona andrúmslofti vera þannig að við höfum það fínt og hvað við að kvarta en við í rauninni, við að sjá mikla kjararýrnun og við að sjá að menntun okkar ekki metin að verðleikum og já, það mjög alvarlegt mál. Hvað ertu sjálf að læra? Ég læri íslensku, já og núna að spá í hvaða master ég ætti að fara í sem væri nú sniðugur svo ég einhvern tímann pening en þú veist, mér langaði mest í íslenska bókmenntir og halda því bara áfram en það svona, það er ekki góði tímar fyrir hugvísindin skulum við segja akkurat núna. Heldur það fyrir þér að liggja að verða doktorinn, verða prófessorinn með sem þú varst að nefna áðan. Mögulega sko. Já, bara í mótmælaskinni líka. Ég ætla ekki að
láta fjárhag minn ráða því hvað mér langar til að læra. Menntun á að vera það sem mann langar til þess að læra. Menntun verðmæt bara ein og sér sem menntun. Mér finnst svona hafa kannski verið of mikil áhersla á að menntun sé arðbær og lögð mikil áhersla á þannig greinar og þetta það mikilvægt en líka hugvísindin. Þurfum að eiga fólk sem elskar að grúska í gömlum tímaritum eins og mig og við þurfum að eiga heimspekinga og félagsfræðinga og sagnfræðinga og þessa sérfræðinga. En það bara varla þess virði að sækja sér þá menntun og svo vinna við hana. Nei. Það sko, ég held að 40%, nú held ég sé að fara með rétta tölu, 40% háskólakennara eru á leiðinni í eða í kulnun. Já, vegna þess að þau fá ekki borgað fyrir alla þessa duldu vinnu sem þau eru að vinna. Nei. Og svolítið, sko, það þarf svolítið að endurskoða laun háskólakennara. Já. Sko ég sjálfur bæði menntaður í hugvísindum og félagsvísindum og ég sammála með það að bara þetta glæðir líf okkar. Sumt þannig að maður, það ekki endalaust hægt að reikna það alltaf til fjár. Núna sko hugvísindin og félagsvísindin einhverju marki þau hafa farið halloka og það mikil markaðshyggja í mörgu. Ég sá það í gær að það verið að ræða sko tækifæri háskólamenntunar hér á Íslandi og tengingar við jafnvel einhverja hergagna framleiðslu. Og maður bara klípur sig í handlegginn og maður spyr sig býtu hvernig gat samfélagið okkar breyst svona hratt. Einmitt. Og þá þarf félagsfræðinga og sagnfræðinga til þess að vara okkur við því að heyrðu, nú erum við að stefna í átt sem við höfum nú farið í áður. Já, einmitt. Já. En hvaða samtal svona á milli stúdenta og stjórnvalda núna? Hvað til ráða? Mér fannst ég heyra þig nefna það að þér fyndist að ráðuneytið í höndum hvað Loga? Já. Að það væri aðeins önnur ára yfir því, varst að segja það, heldur en hefur verið? Það hefur verið okkar upplifun alveg frá upphafi. Já. Þá bara í því sko að það haft samband við okkur að fyrrabræði og óskað eftir samráði. Við gagnrýndum dálítið mikið síðasta ráðuneyti fyrir skort á samráði. Okkur fannst vera svolítið hraði í sömu málefnum og óskuðum eftir því að fá að koma fyrr að borðinu. Af því að við erum sérfræðingar í okkar eigin málefnum. Við erum helstu hagaðilar að okkar eigin framtíð og við viljum fá að vera upplýst og taka þátt í þessari ákvarðanatöku. Og við fundum strax fyrir því að það er ekki bara svona verið að haka við, samráð við stúdentafulltrúa komið, heldur verið að bjóða okkur að borðinu fyrr og ekki verið að beita samráði, heldur virkilega verið að tala við hagaðila áður en skrefur tekin og mér finnst það mjög, mjög jákvætt og það mjög skýr vilji, finnst mér hjá ráðuneytinu núna til þess að gera þær breytingar sem við höfum kallað eftir á námslánakerfinu. Nú einmitt frumvarp breytingar á lögum menntasjóð námsmanna búið að vera í samráðsgátt en það ekki heildarendurskoðun á kerfinu, heldur bara svona nokkra breytingar sem ráðuneytinu finnst aðkallandi að gera strax en svo verðum við auðvitað að sjá heildarendurskoðun á þessu kerfi. Lögbundin heildarendurskoðun átti að fara fram 2023. Hún hefur ekki orðið og við vonum bara að þetta frumvarp sé ekki endurinn á því að við gerum nauðsynlega breytingar, heldur bara byrjunin. En þetta frumvarp sérstaklega sýndi okkur að það verið að hlusta á kröfur okkar og það verið að taka vandan við íslensk námslán og stöðu margra sem eru byrjaðar að greiða af lánunum alvarlega. En í þessu frumvarpi sko meðal annars að þá lagt til að fólk fái að borga af einu lán í einu, af því að það eru sumir, ég þar með talin, sem eru bæði í gamla og nýja kerfinu. Borga af 2 lánum í einu og ég að borga meira en heil mánaðarlaun á hverju ári, bara í afborganir á námslánum. Það rífur í. Já, heldur betur. En mér finnst þetta mjög kærkomin breytinga því að þá fær maður að borga af nýja menntasjóðsláninu fyrst, geyma hitt og það strax, breytir miklu.
Hvað líður langur tími núna frá því að maður lýkur námi og þangað til maður þarf að byrja að greiða af því? Það önnur breyting sem við gagnrýndum sko. Í nýja kerfinu það bara 1 ár. Það voru alltaf 2 ár og í mörgum Evrópulöndum það 3 ár. En einmitt í þessu frumvarpi lagt til að upphaf endurgreiðslu tíma sé 18 mánuðir, sérst lengt 6 mánuði sem við tökum með þetta fagnandi en við viljum sjá allavega 2 ár. Maður vill fá að fóta sig á vinnumarkaður, maður fær eitthvað námslán í hausinn. Já. En krafa ykkar bara vaxtalaust umhverfi? Krafa okkar sko við erum alveg hrifin af þessu norska styrkjakerfi. Þannig við höfum ekki verið að krefjast vaxtalausra lána en við viljum miklu lægra vaxtaþak og við viljum miklu meiri sveigjanleika og meiri niðurfellingu. Það önnur breyting sem að mér líst mjög vel á í þessu fyrrnefnda frumvarpi. Þar lagt til að þú fáir ekki þennan afslátt bara í lok náms, heldur fáir niðurfellingu í lok hverrar annar. Þannig það í Noregi og þá fá miklu fleiri þennan námsstyrk og þá ekki í námi og bara krossleggja fingur að komi nú ekkert fyrir á þessum 3 árum þar sem þú ert í námi. Ég vona að ég eignist ekki barn eða þurfi ekki að vinna mikið eða já, þannig að okkur líst mjög vel á það. Þannig við höfum verið að krefjast niðurfellingakerfis að norskri fyrirmynd. Það eru tekin svona gætileg skref í átt að því þessu frumvarpi og við skiljum það en við viljum sjá 25% niðurfellingu í lok hverrar annar og svo 15% niðurfellingu í lok náms. Pælingin með að vera með niðurfellingu í lok náms ef þú klárar á réttum tíma að það sé hvati til þess að vera fljótar í námi og koma fólki fyrir út á vinnumarkað en sá hvati hefur ekki virkað af því að við vinnum bara ennþá meira á milli ára og við erum lengur að klára námið. En, Svo einu vídd sem við höfum ekki að þá rætt og það aðstöðumunur þeirra sem búi út á landi þurfa að flytja til höfuðborgarsvæðisins til þess að stunda nám hér við reykvísku háskólana. Já, það eiginlega einn jaðarsettasti hópurinn sko, það alveg þannig og þarf kannski að leigja á almennum markaði. Námsláni tekur ekki mið af sko, eða framfærslan tekur ekki mið af leiguverði á almennum markaði sem hækkar rosalega á milli ára og það fólk oft í mjög erfiðri stöðu og kannski ekki með bakland í nágrenni. Það mjög alvarleg staða og svo líka þetta fólki sem stundar nám erlendis, það líka það rosaleg staða sem sumir til dæmis læknanemarnir eru í, þeir að fá skólagjaldalán fyrir mjög háum skólagjöldum. Lánið dugar ekkert alltaf einu sinni fyrir öllum skólagjöldunum með framfærslu, þannig að eina leiðin til þess að komast út í þetta nám að eiga einhverja milljónir. Það neyðast til þess að rjúfa námið og vinna á milli. Já, það mjög algengt að fólk komi heim bara til að vinna til þess að eiga efni og að klára það. Þá ertu komið með mjög þreytta nýútskrifaða lækna sem vilja svo ekkert koma heim heldur af því að það borgar sig minna að vera læknir á Íslandi heldur en í Svíþjóð eða Noregi eða annar staðar. Þetta stefnir svolítið í óefni sko. Já, mjög svo. Það bara mikilvægt að leggja áherslu á að fá þessa sérfræðiþekkingu heim, að hvetja fólk til þess að mennta sig og að meta þá menntun að verðleikum. Mér finnst líka bara í öllu þessu tali að þurfi sko bara ræða mennskuna meira en minna einhverjar svona, þú veist, teóríur og markaðslausnir. Bara til þeim sem að víkur aftur sögunni að fólkinu út á landi, að sko jafnræði einstaklingana við upphefum það á tyllidögum en það lítur að vera stærri ákvörðun stundum ef það helst upp á Ísafirði eða einhver staðar sko, að leggja það á þig að fara hingað suður í nám eins og aðstæðunar eru, námslánin, leigan eins og það nefnir, eða bara, ég segi nú ekki kóðna niður í heimabyggð en sko bara við verðum á öllum tímum að búa til loft undir vængi okkar unga og besta fólks og það ekki alveg verið að sinna því. Nei, ég held að ungt fólk sé frekar að spyrja sig til hvers ætti ég eiginlega að vera að þessu. Af hverju ætti ég eiginlega að mennta mig? Já, og þá erum við sko komin bara marga áratugi aftur í tíman. Já, svo sannarlega. En við bindum mikla voni við að nú séu breytti tímar og það eigi að gera breytingar fyrir ungt fólk og fyrir stúdenta. Já.
og sjáum alveg þverpólitískan vilja til þess. Þannig að það er alveg, við leyfum okkur að vera hóflega bjartsýn að nú taki eitthvað annað við. Einmitt. Eigum við að láta það verða loka orðin, eigum við að reyna að skilja við þetta umræðefni á jákvæðum nótum, Lísa Margrét? Já, eða ekki. Þakka þér kærlega fyrir komuna að Rauða borðinu. Takk sem leiðis. Og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt, áhorfendur og hlustendur góðir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is